Öldin hennar 2015. Einn, tveir vogum fór í götuskó. Dingu þykkum hins vegar voru þeir á höndunum eftir skósmiðum. Þeir gengu miklu braut og hittu Einar Ben. Skáði við alltaf í frakkanum að neftum ég síðum. Einar ein af stundum bæjarinn sem enginn nefnir að horfa á. Greiðstitturna aleina að stöllunum. Sitt ég? Mér fannst alltaf að yrði að reisa höggmynd af nafngreindri konu á þessum tímamótum og þá kæmi auðvitað engin önnur til greina en Ingibjörg. Og það náttúrulega verið að rétta af kynjahalla af borginni með því að reisa loksins styttu af nafngreindri konu. Það var börn sem kom bæði halda það. Konur geti aldrei orðið að styttum, þær verða aldrei nógu merkileg. Nei, sko raunverulega má segja að 2015 svolítið gamaldags að gera svona verk. En vegna þess að það ekki til stytta af konu að þá fannst þetta alveg sko eiginlega nauðsynlegt. Af því eftir 100 ár þá er enginn að spyrja hvenær var kallinn gerður og konan gerð sko. Hún bara alveg eins og ég vil að vona að hún yrði sko. En ég held að það sé bara svona eins og hún var, svona ákveðin, svona mild samt líka og hafið ákveðið svona takmark, sko. Vissi hvað hún vildi. Hún á að vera á besta staði í bænum, sko, fyrir framan Alþingisskálann. Hún horfir yfir á Austurvöll, á Jón. Og ég held að stöpullinn sé líka svolítið svona nútímalegur, táknrænn, þannig að hann tákn fyrir formið sem gefur á móti píramídanum og líka svona eiginlega táknum bara endalok þessa píramídastjórnkerfis, feðraveldisins og við viljum hafa gagnsæi og allt opið og jafnrétti og lýðræði. Þannig að minnst þetta tákn fyrir það og líka tákn bara fyrir allar konur. Þessi stöpull, ekki bara Ingibjörgu. Ingibjörg hún bara fór á undan og það allar, þetta tákn fyrir, minnisvarði allar konur. Þú finnst þú búið. Eftir stutta